búin að vera? Segðu sjó. Já, ég fór að vinna upp á flugvelli. Það var svona heila drappart af sálu minni bara. Við erum komin í loftið. Þetta svo óskipulagt. Heyrðu, streymið byrjað. Streymið byrjað, kakkar. Það fundur líka. Algjör hörmung, sko. Heyrðu, þeir sem ekki fyrir að fá okkur súpu, endilega fá okkur súpu. Hvað það? Við hvað varst að vinna? Ég var í farþegaafgreiðslu. Ok. Þið leiddist það nú ekki að tala við fólk? Nei, mér finnst það mjög gaman. Já. Eigum við ekki bara að byrja fund? Jú, byrja fund. Þið ekki tilbúin? Jú. Það aðeins að gefa 1 sekúndu svo fólk getur náð að koma með súpunni sína. Heyrðu, velkomin á fund. Takk. Það var umræða á hinu svokallaða interneti daginn sem fjallaði uppfærslu meðal annars Píratakóðans og það voru mjög margar skoðanir eins og oft gerist í þessari hreyfingu sem var frábært en kannski vettvangurinn var ekki sá rétti. Svo ég lagði bara til að við myndum hittast í raunheimum og það voru fleiri sem voru alveg þar og fannst það vera góð hugmynd og já, núna erum við ekki þar með súpu og alles. Húrra fyrir því. Húrra fyrir súpu. Það verður svolítið betra með, eða ekki? Ég var að hugsa hvort að ég mætti sjá, bara svo þið vitið, þá mun fundarformið eða fundarstjórnin vera kannski aðeins öðruvísi en á venjulegum, eða hvað maður segir, á fjöldamörgum Píratafundum. Í staðinn fyrir að það er svona föst mælendaskrá og að við förum í gegnum hlutina á þann hátt, þá verður þetta aðeins frjálsara á þann hátt að ég ætla að biðja alla bara að muna að við erum með 2 eyru og 1 munn svo að við hlustum tvöfalt af því sem við tölum. Við berum virðingu fyrir bæði sjónarmiðum annarra og líka bara hvernig við komum fram. Og svo ef maður vill segja eitthvað þá getur maður bara kannski aðeins kíkt í kring og segja hvort það er einhver annar sem er að fara að segja eitthvað og þá bara bíða þangað til að þetta svona, ég held að við getum alveg, þetta við virkað hingað til allavega. En ef maður er svona, já, hefur eitthvað mikið á hjarta þá getur maður alveg svona aðeins signala til mín, þá skal ég bara muna eftir ykkur. En mér finnst að ég sé allavega nokkra hér í dag sem tóku þátt líka í umræðinu á virkum Pírötum minni mig, eða var það Pírataskallið? Ég man það ekki, en allavega á Facebook og ég vildi heyra, þú veist, það sem þetta eiginlega fjallar um í dag, það er að uppfæra Píratakóðann og væntanlega líka grunnstefnu okkar svo að orðrómurinn er kannski svolítið til framtíðar og ber svona, hvað segir maður, tekur öll kyn með inn í hvernig hún er orðið. Og það var bara fjölda fólki sem hafði rosalega mikið að skoðunum það, akkurat það. Svo ég var að hugsa hvort það væri einhver hér sem vildi svona, kannski byrja balli, sem vildi segja svolítið hvers vegna þessi umræði kannski Kristín Alva held ég ætlaði að koma, sem ég minni var hún sem setti hennar status, en ég held að það voru margir sem svona tóku þátt. Er einhver sem hefur eitthvað að segja varðandi uppfærslega sem Píratakóða? Já. Svo ég kannski hafa rétt varðandi þegar sem hún setti inn. Já. Var það að hún lagði til að við vildum afkynja kóðann. Var það ekki rétt hjá mér? Þess að það er ekki... Já, svo það myndi verið fyrir öll kyn. Já. Algjörlega. Eða frekar fjölkynjan, frekar heldur en afkynjan, eða ekki? Já, ég meina að það bara væri, skipti ekki máli, en það væri.
það voru þetta bæði skoðanir sem voru, mér eiginlega alveg sama. Og það voru skoðanir sem voru, mér finnst þetta frábær hugmynd og mér fannst líka nokkra skoðanir sem var, ég skil þetta ekki. Hvers vegna þurfum við að gera þetta? Og svo voru kannski nokkra skoðanir sem voru bara, nei, veistu hvað, mér finnst þetta eiginlega bara algjör óþarfi. Og þetta bara ég svona paraphrase hvað ég svona man eftir á þessum þráði. Og já. Já, ekki. Ég reyndar, sá ekki þessa umræðu. Ég sá bara fundarboðið og var rosalega spenntur. Ég sá mér svo áhugavert umræðinni. Kynin og kynin í tungumálum okkar og líffræðilegu kynin líka. Þannig að ég veit ekkert hvað fór fram á þessu spjalli nema ég gerir ráð fyrir því að ég veit að við skipta skoðunum fyrir þess. Bara svona til að, fyrst að engin annar greið borðið, að benda á eitt svona, vöktar mér rosalega mikið við íslensku. Eins og við vitum þá eru 3 málfræðileg kyn í íslensku, karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Hins vegar, og hvorugkynni virkar alveg, þú veist, við getum alveg sagt þau, ef ég sé mörð og ótt einhvers staðar þá segi ég þau. Ef ég sé mörð og einhvern annan karlmann þá segi ég þeir. Og ég segi þær eða 2 konur. Og hins vegar í íslensku þá er ofboðslega sterk tilhneiging til þess að nota karlkynni þegar það er engin sjáanleg ástæða til þess. Og þá er ég ekki að tala með tilliti til orða eins og maður eða einstaklingur eða eitthvað því um líkt sem eru málfræðilega karlkyn. Heldur bara að við segjum þeir hjá Honda sögðu mér þetta. En ekki þau hjá Honda. Af hverju? Það er engin ástæða til að nota karlkynana, en þetta er einhvern veginn þannig sem að íslenskt mál virkar, en sem allavega svona almennt í dag. Og ég svolítið rökræddi konuna mína sem sagt hugtakið maður sem er erfitt og ég veit ekki til þess að ég var að tala um í dag, en það sem að ég sé oft vandamál ef ég reyna að venja mig á mál sem er algjörlega kynhlutlaust þá lendi ég svolítið málfræðilega vandamáli sem er það, við erum með alls konar orð yfir manneskjur og einstaklinga og menn sem er annað karlkyns eða kvenkyns. Við höfum ekki orð sem er hvorugkyns og þýðir ein manneskja. Við erum með fólk sem þýðir margar manneskjur og það er eintölu orð. Við segjum aldrei 2 fólk. Við segjum fólk alltaf í eintölu. Þannig að ef maður reynir að nota alltaf fólk í staðinn fyrir karlkyn eða kvenkyn, þá lendi ég í vandræðum með að tala. Þetta er vandinn sem ég lendi ef ég reyna að vera alveg kynhlutlaus. Þess vegna velti ég svolítið fyrir mig upp á hvað markið þetta sé raunhæft. Upp á hvað markið þetta sé raunhæft. Ef markmiðið það er líka eitt sem að spyrja okkur hvert markmiðið sé. Mér finnst að við ættum að reyna að tala almennt sem mest kynhlutlaust. Upp á hvað markið það er raunhæft mér óraunhæft. Og nú er fólk sem við fara að tala. Ég vil það hendur smá. Já. Ég tók að vera gagnrýna þetta þarna á spjallinu. Já. Og það var á þeirri forsendu að það sem að verið er að gera það er að vera að koma texta til skil með miklum hætti, stuttum texta, innihaldsríkum texta og það er bara heilmikil kúnst að gera það. Þannig að, og síðan náttúrulega setja mér upp með það að þetta fyrirbæri heitir Píratar og þeir vilja þetta og hitt og það er svolítið bara, það þarf að vanda rosalega vel til ef þú taka texta sem að er í dag bara gegnum þeim fjandi góður, skýr og skarpur og kemur innihaldinu mjög vel til skila og breyta honum yfir í að vera hlutur. Það þarf að vinna rosalega vel í textan. Það kom hins vegar það er ekkert sem segir þessi ekki hægt. En vandamálið er hins vegar bara það að það er bara svo oft að fólk stekkur á stað. Það er eitthvað æðislega hugmynd sem er svo óumdeilanlega góð og það er bara rótt til. Og það er ekkert hættulega en óumdeilanlega góða hugmynd. Þannig að mín gagnrýni þetta að hún snýrist fyrst og fremst það ef menn ætluðu sér í þessa vegferð að það þurfti að vanda sig rosalega til þess að sitja ekki uppi með lakari text sem að væri kannski
sem höfðaði þá kannski, eða kannski beinlínis fráhrindandi fyrir þá sem að eru ekki vanir því að texti sé kynhlutlaus. Já, þetta finnst mér rosalega áhugavert og ég held að það er nefnilega akkurat sömu rök sem voru til þess að uppfærslan kom til greina til að byrja með, held ég. Vildi þú, Olga, segja? Já, ég ætla bara að taka þarna sem Helgi var að tala um að það er svo erfitt að hafa kynhlutlaust, að það virðist alltaf einhvern veginn halla meira á konur út af því það er sko þetta típiska, konur eru líka menn. Og maður bara, já, ok, eru þá menn ekki líka konur? Finnst þér ekki alltaf í lagi að vera, þú veist, ráðskona? Alveg eins og mér finnst alltaf í lagi að vera, ég veit ekki, ráðherra, þú veist. Þannig að þessi það hallar alltaf á kvenkyni eða, þú veist, önnur kyn heldur en kalla. Það er alltaf, eins og þessi píratakóði er bara þeir. Og þetta virðist vera svona, þetta skiptir ekki neinu máli, en þetta spretar út í allt, skilur. Þetta fyrir mér snýst þetta að ég bý í samfélagi þar sem er ráðandi kyni og karlkyns, þú veist, og það er í rauninni erfitt að vera með málfræðilega rétt orð, en mannfræði er líka oft bara byggð á venju, þú veist, og það er ekkert að því að breyta líka venjunni eða einhver tíma að venja sig á það. En þú veist, já, við erum bara komið í það. Börður? Ég? Má ég? Já. Mér finnst allt rosa gott sem búið að segja þetta. Bæði, sko, frá öllum. Og ég held sko alveg, ég held að það sé alveg bara, ég er algjörlega saman því að gera svona, þarnast vandvirkni, þarnast þess að með vinni þetta verk. Ég er bara, það er algjörlega, mér finnst það einhvern veginn samt svona, einhvern veginn bara, svona góð sem það segir. Já. Það sem maður gerir á maður gera vel. Ég já. En svo, mér finnst líka að það að gera þetta við hennar texta er ekki bara það að breyta einhvern veginn svona lítilega einhverju málfræðilega þáttum. Þetta er miklu meira en það. Þetta er grundvallarbreyting á textanum og sko, jafnvel þó að textin verði ekki út frá þessu sjónarmiði fullkominn. Það er að segja að það sé einhvað svona, málfræðin fari eitthvað að þvælast fyrir okkur, þannig að textin verði áfram með mitt, skiljanlegur og to the point sko. Að það að gera þetta við grunn texta flokksins er risastór yfirlýsing. Það er alveg rosalega mikil yfirlýsing og sko, ég tel að það er mín svona, einhvern veginn tilfinning fyrir þeim anda sem að ég hef skynjað þetta innan þessa flokks að ef að velja þar milli þess að þeir sem undirsettir eru upplifið sig velkomnir að hluta af eða þess að fólk sem að, er í ráðandi hópum og hefur talar úr öryggisborg eða það að velja milli þess einhver element í flokkinu, þetta er svona texti hópin sko, hópurinn er látið ganga fyrir í sko nálguninni þannig að það er alltaf að vera sá hópur sem að undirskylda svona almennt talað þetta sko en ég held að það sé misskilningur ég held að það sé kannski röng nálgun að hugsa þetta sem svona málfræðilegt viðfangsefni þetta er fyrst og fremst hugmyndafræðilegt viðfangsefni sko og það er hægt að gera þetta með því að breyta 2 orðum og einhverjum lykilstöðum í þessu og það myndi hafa alveg sömu hugmyndafræðilegu áhrifin eða þannig. Textin þarf ekki að vera fullkominn út frá þessum málfræðilegu þáttum til þess að skila því sem ég held að þessi breytingar skila. Lárus, ég svo það fyrst. Já, ég get tekið undir þetta með hugmyndafræðilega, þetta er hugmyndafræðilegt, ekki málfræðilegt dæmi. Ég held að grundvallaratriðið þarna er það að við erum raun og veru að tala um eitt orð og það er orðið Píratar. Sem málfræðilega er karlkyns, en ég held að allavega hér á Íslandi getum við eigna okkur það orð og það er það algjörlega okkar að ákveða hvort það er karlkyns, kvenkyns eða hvorkyns. Ég held að það sé málið og ég meina það myndi í raun og veru þyrfti ekki að gera neinar aðra breytingar á textanum nema ákveða það að Píratar væri hvorkyns. Ég ætla að koma með alveg radikal hugmynd að
kannski er hægt að breyta textanum án þess að gera málfræðilega lélega. Já, ég Kannski náðu ekki að breyta honum svona þessi 100% kynhlutlaus. En það er hægt að grípa til það sem að ég veit að allavega enskumælandi akademía gerir mjög mikið. Og það er bara standard practice. Og það er að alternata á milli he, she. Þannig að þú tekur okkur dæmi einhver hluti og þá, þessi smiður, he did this, þessi pípari, she did that, þetta er bara nota til þess að, þetta er svona fyrir löngu viðurkennt að sé ekki alveg smart að nota bara alltaf hann í akademíu, þannig að mér finnst einhvern veginn, já, ég er ekki viss að sé alltaf hægt að gera þau, við reyndar notum þau foreldrarnir til dæmis, það er karlkynsorð sem að öllum finnst eðlilegt að segja þau Ég held að sé ekki eitthvað svona stórkostlegt vandamál að segja þau píratarnir. Það er enda líka hvorugkynsorð. Það er til foreldrin. Þau foreldrin. Já. Foreldrarnir er samt yfirleitt það sem fólk í almennum málskilningi segir. Já. Jú, þau foreldrin. En allavega, ég held að við komumst ekki til rauninni áfram með þetta nema að koma með dæmi. Það hlýtur að vera eitthvað í textuna sem við höfum okkur á það er skrítið að segja þau og þá er hægt að gera hann og hún og þá er þetta orðið, nógu gott til þess að þetta sé nógu mikið statement án þess að þetta, særir hérna málvitund fólks af því að það er heldur ekki smart að vera með, lélegan texta, skilurðu. Ég held að þetta sé ekki eins erfitt og stíðalegt eins og maður kannski verður hræddur Ég ætla ekki að snúa textanum, ég er ekki sérfræðingur í þessu, skilurðu. Nei, en allir geta verið með til að taka þátt. Já. Ég held að Þórólfur vildi... Já, þessu stalst hugmyndinu með þetta. Það þarf ekki að segja neitt, nei. Ég held að þetta sé rosalega mikið, PR tækifæri fyrir okkur. Ég myndi að skilgreina bara orðið. Það var rosalega flott, fullt af fólki sem er tilbúið að rífast yfir því. Við eigum þetta orð. Já, það er ekkert sem heitir bad publicity, það er ekki til. Og ég held að við eigum að nýta bara þetta tækifæri, ég meina það koma náttúrulega upp raddir líka innan okkar ræða sem eru ósátt við þetta og eitthvað. Ég meina hann, hún, það, hún bara til einhvern flottan texta sem allir geta verið sáttir með og gerum svolítið PR-orðið líka í leiðinni. Ég held að það megi alls ekki gleyma því að það getur vekja athygli á því að fólk fara að lesa þá Píratakóðan, bara koma okkar boðskap á framfæri. Algjörlega, ég held líka, bara svo ég kem mínu líka smá frá að það er líka til hán á íslensku og í enskunotkun er the singular they nota meira og meira, að það eru meira en 2 kyn, að ef við erum að fara að uppfæra þá verður fínt að uppfæra fyrir öll kyn. Og auðvitað er íslenska eins og þið eru búin að tala um að koma fram, svolítið erfitt mál þegar kemur að þessu, en þetta er ábyggilega færasta fólki sem ég þekki til að takast á við svona hluti, svo ég er ekki hrædd um það. Ég skil vel áhyggjur að svona texti verður að vera bara flottur og góður, en ef að fólki sem er að lesa hann ekki finnur sjálfan sig í því, þá skiptir það kannski ekki svo miklu máli hversu flottur hann er. Ef ég ekki get speglað sjálfa minn í Píratakóðanum, hvar erum við þá? Og ef nýtt fólk sem vil komast til okkar ekki er að spegla sig í Píratakóðanum, hversu langt hefur við þá náð sem hreyfing? En Kristín Elva, þú vildi líka... Mér langaði bara að pikka upp út frá því sem Elsa var að segja, sem ég er alveg sammála. En datt mér í hug líka varaplan, ef það næst ekki samstæðum þetta, þá gætum við þess að haft Píratar tvípunktur, við erum gagnrýnin. Við erum í sjálf sér ekki, þetta er náttúrulega þýðing og við getum ekkert farið með þennan texta alveg eins og okkur sýnist, af því að við bjuggum hann ekki til. En við getum alveg farið svona beggja blands, við getum komið öllum kynjum inn í það líka, ef ekki næst samstæðan hitt. Já, með við þá. Já, bara punktur að það er alltaf fullyrðingar, það stendur Píratar eru gagnrýnir, stendur til dæmis. Þá getum við sagt Píratar tvípunktur, við erum gagnrýnir. Helena. Já, mér langar bara þess að útskýra hérna fyrir strákunum í minni að sem kona að þá er ég búin að vera til dæmis ég tek bara eitt svona rosa einfalt auðvelt dæmi að skilja. Þegar ég byrja í grunnskóla og byrja að læra Íslandssögu þá var ekkert um mig. Það er ekkert
þar sem ég get tengt við, ekki neitt. Ég láti læra þetta, mannkynssögu, Íslandssögu, listasögu, út alla mína skólagöngu og ég tengi ekki við neitt. Það er aldrei verið að fjalla um mig. Það er ekkert á þessum sögum mig. Og ég bara er orðin leið á þessu, ég er orðin sár, mér finnst þetta móðgandi að alla mína skólagöngu frá þegar ég var barn og alveg þangað til ég var fullorðin, það er aldrei verið að kenna mér neitt um mig. Ég tengi ekki neitt við neitt sem það er að kenna mér. Og þetta er bara reynslusaga hverja einustu konu, ekki bara mín. Má ég gagnrýna þetta, ég tengi ekki. Nei. Ég er kona og ég er bara ekki svona. Nei, en reynslusagan, ég bara segja að við lærum ekkert um konur. Þú ert að tala bara um karlmenn en að tala um mig þá líka. Já, ok, bara alla sem ekki tengja við þetta. Þú sagðist bara karlmenn. Já. Þetta er það sem segir það gagnrýna. Ok, ég skal tala þá alla sem tengja ekki við þetta. Sem að tengja ekki við það að vera kona. Það finnst mér, er í gefðu. Það var mjög fínt. Já, það er bara mjög góða punktur. En já, þannig að mér finnst einhvern veginn núna, af því að það er verið að byrja að tala svo mikið um það, að inklúdera öll kyn í málið og bara allstaðar. Það er verið að skrifa kvenkynsögu, en ekki bara mannkynsögu. Og mér finnst þetta bara, ef að Píratar gera þetta núna, fyrst allra, þá er það bara, ég held að sé bara sögulega frábært. Ég held að við munum bara stækka alveg rosalega mikið bara fyrir alla framtíð ef við gerum þetta. Ef við tökum eitthvað skref í að breyta þessu á svona dramatískan hátt, af því að þetta snýst ekki um málfræði. Þó þessi örugglega að gera það málfræðilega rétt líka, þetta snýst um það að við eigum öll tilkall til texta og eigum öll að geta fundið okkur í texta. Píratar eru gagnrýnir, heiðarlegir, það fjallar ekki um mig, bara sorry, það bara gerir það ekki, það fjallar um kallmenn. Heyrðu, ég er með Helga sem vildur bæta í þessu umræðu, það ekki? Jú, já. Sko, mér finnst oft í þessar umræðu ekki alveg skýrt í fyrsta lagi sko nákvæmlega hvað fólk er að tala um, það er nokkrir hlutir sem fólk getur verið að tala um. Eitt af því er þetta að íslenska tungumálið er rosalega kynbundið, það er setjum kyn á allt og ekki að einni sýnilegri þörf. Ég veit ekki til þess að sé neitt gagnlegt við þetta. Tungumál sem hafa ekki kyn finnst mér einfaldlega betri af þessar ástæðu, við búum ekki til þessi leiðindi. Það er eitt. Annað er síðan til dæmis en undirölda orðsins, notkun orðsins maður sem er önnur umræða eins og komið er. En það er svona annað sem að fólk gerir stundum athugasemdir við. Síðan er það notkun persónufornafnanna, þeir í staðinn fyrir þau, algjörlega óþörfu. Mér finnst svolítið mikilvægt að við séum skýrum hvað það er sem er að fara í taugarnar á okkur á hverju sinni. Og vegna þess að það er einungis þaðan sem við getum komið með einhverjar tillögur um hvernig að breyta því. Mér finnst að við að gera þetta sko, alveg klárlega. Mér finnst að við að uppfæra kóðan og hafa hann kynhlutlausari. Og það er þrennt sem þetta í hug. Það er annars vegar það, sko, ástæðan fyrir því að karlkyn er notað svona mikið, vegna þess að það eru tvö orð notuð rosalega mikið sem eru bæði karlkyns orð. En þau þýða ekki karlkyns einstaklinga. Og íslenska tungan er ekki þannig að málfræðilegt kyn sé það sama og mannlegt kyn. Hún er bara hvergi nálægt. Ef einhver talar um manneskjur og segir þær og þær frá þeim til þeirra í kvenkyn allan tíman, ég upplifði ekki neitt eitthvað undanskiljan því, þess að orðið, þess að málfræðin fjallar málfræðilegt kyn. Og talað um málfræði, sko, þetta er bæði hugmyndafræðilegt og málfræðilegt. Við getum ekkert sleppt öðru hvoru. Við getum ekkert látið þetta sé bara málfræði eða bara hugmyndafræði. Þetta er hugmyndafræðileg málfræði, myndi ég segja, sko. Það er þess vegna sem við erum hérna. Enginn er að stinga upp á efnislegri breytingu á hugmyndafræðinni sem birtist í Píratakóðanum. Ég hef ekki heyrt neina. En ég fletta þessu upp í grunnstefnum. Ég las ekki Píratakóðan yfir þessu grunna að það væri bara alltaf Píratar eru þeir, þú veist. Mér finnst það frábær hugmynd, að hafa bara Píratar típunktur og eitthvað hlutlausara. Mér finnst það mjög góð lausn og virkar, þú veist, allir skilja það. Áttum að segja, eða ekki? Right? En það er þrennt sem dettur í hug. Ég sé 3 setningar í
grunnstefnunni, þar sem að kalkín er notað að óþörfu, eins og gagnsæi sem efna hinn að valda meiri, gagnvart eftirliti hinn að valda minni. Þarna þarf bara að sleppa inn æ, opna hinn valda meiri, gagnvart yfir eftirliti hinn að valda minni. Það var tónleik hvorugi. Mér finnst það skipta máli. Og Píratar telja að allir hafi óskaraðan rétt til aðkomu. Þarna mætti segja allir einstaklingar eða allar manneskjur. Öll. Eða, já, en öll hvað? Það er hvað komið í vant, þá er Í staðinn fyrir allir, þá bara sagt öll. En öll hvað? Já, allir hvað? Allir einstaklingar eða, þú veist, meðlumir. Það stendur núna bara allir. Þannig fyrir út í, sko... Öll þau, bara, öll þau. Allir Öll þeir. þau, Allt fólk. öll hafi óskoraðan rétt. Allt fólk. Því bara þú tekur dæmi sem að ég var að taka mér fyrst ég stakk upp á þessu. En við öll, já, einmitt, Píratar telja að við öll höfum óskoraðan rétt, já, akkurat, það er frábæra vísninga. Og svo Píratar telja að allir hafi rétt til að koma að ákvarðanatökumálinu sem varðar þá. Allir hverjir? Akkurat, og þetta er þessi málvenja í íslensku, sko, og mér er rosalega nöfnir þetta, mér langar að breyta þessu. Mér finnst bara rosalega mikilvægt að það sé, sko, að sé þá orðalag sem að virkar ekki bara sem léleg íslenska á fólk sem er ekki með okkur í þessari vegferð. Þú veist að fólk verður ekki að lesa þetta, þú veist bara fólk sem er ekki inn í þessari umræðu, skilju, hefur aldrei heyrt þessa gagnrýni og er bara að kynna sér Pírata og bara finnst þetta öll óskoraðan rétt, og bara finnst þetta bara skrítið og óþægilegt. Mér finnst miklu betra ef við finnum nútral leið til þess að gera þetta sem er samt bara venjuleg íslenska. Það er best. Það er best ef við getum vanið okkur á að gera það án þess að finna upp eitthvað nýtt tungumál við fólk að tala. Finna upp það sem við þó getum notað á íslenskunni til þess að vera kynhlutlaus eftir þess að við getum. En mér finnst það mikilvægt að við höfum í huga, sko, málfræðilegt karlkyn er ekki líffræðilegt karlkyn. Nema þegar við erum að tala um manneskju og kyn. Við erum að segja kysur, karlkynsketti. Og það er bara allt í lagi. Það er allt í lagi að segja manneskju, karlmenn og einstaklingar konur. Það er allt í lagi. Ef ekki, þá erum við að tala um svolítið stærra projekt heldur um Píratar. En ég ætla að láta það döða, en bara við erum að gera það samt. Ok, Mörður vildi leggja eitthvað til? Já, ég bara, sko, ég held að kannski það sé þannig að þetta er kannski svolítið prímatjóra það sem ég ætla að segja núna, en það er nú svona, ég ætla að setja það fram, sko. Ég held að það geti verið gagn í því að einhver eru fengið til þess í hóp að setja saman, þess að taka þennan texta og breyta honum og ganga, kannski 2 útgáfur, ég veit 3 útgáfur og ganga mislangt í þessu til þess að við getum á einhverjum næsta fundi um málefni, getum bara að skoða þetta, bara að sé hvað þetta þýðir. Af því að við erum að tala um eitthvað, við erum ekki að tala um öllum það sama, sko. Við erum að tala um einhverja hugmyndir að einhverju sem gæti orðið til einhver tíma. En þetta er svona kannski óljóst og erfitt að ræða, af því að við höfum ekki svona neitt fyrir framhald til að ræða, nema við bara kannski hugmyndafræðina að baki því að gera svona breytingu, sko. En ég held að það gæti verið gagnlegt, sko, að hafa, sko, já, nokkrar, sko, variationer til þess að fyrir fólk að skoða, sem að myndi þá vera að ganga mislangt í þessu. Svo maður getur haft kannski eina mjög róttæka. Eina mjög róttæka, eina sem er svona bara sem að tæki þetta bara eingöngu málfræðilega með minnstu snertingu sem það að gera, og svo störfum þetta, sko, þið vitið. Já, þetta er allavega hugmynd. Við skjótum einu, bara einni setningu. Já. Grunnstefna Pírata, hún er ekkert rosalega falleg íslenska eins og er, sko. Nákvæmlega. Það er allt í lagi að finna þessi það má alveg taka þetta. Já. Þóra, augnablik. Bæta við þessa pælingu, kannski verið sniðugt að gera 2 hópa. Annar hópurinn sem að telur sig vilja ganga bara eins og langt og mögulegt er, og hinn hópurinn, þú veist, fólki sem myndi telja sig vilja, þú veist, halda meira í málfræðina eða þú veist, það mál sem fólk þekkir. Að þú veist, þetta er ekki einn hópur að gera bæði. Nei, já. Ég heyri þetta sem að vinna þessu sem er sannfært að það vilja hafa þetta svona sjálft. Ekki að vera að vinna eitthvað sem þú heldur að væri ógeðslega róttækt, að þú ert ekki nú, þú veist, ekki að skilja. Þannig að þú sért að vinna einlægni að þinni tillögu frekar en að vera að vinna að tillögu sem einhver annar myndi vilja sjá.
bara til þess að, þú veist, for the sake of argument. Þórólfur. Mér finnst þetta bara að liggja í það, ég prófaði að svissa þessu yfir í kvenkyni sko og þá höfðu þetta ekki til mín og þá svona tengdi ég við það sem þú ætti að segja skilur og það var ekki að fjalla þig. En ég var bara, hvað var ég að gera í þessari hreyfingu að þetta væri svona sko. En ég meina, þú veist, ef við tökum bara fyrsta hérna, ég má lesa þetta. Píratar eru friðarskandi, sjálfstæðir, sjálfráðir og hlýða ekki blindni og svo framvegis. Fyrsta setningarna, píratar eru frjálsir, ok. Við erum friðarskandi, sjálfstæð, sjálfráð, komið. Þetta er ekki flókið sko. Mér finnst það hljóma miklu fallega sko. Ég er búinn að vera að lesa í gegnum þetta með það, ég meina það er alltaf tuggi hérna píratar, svo kemur aftur píratar, píratar, aftur píratar, píratar, aftur píratar, píratar, aftur píratar. Þú veist, það er alveg hægt að geyma þetta fallega nafn aðeins og setja bara, þú veist, við erum. Það er lítið flott. Máli list! Já, Kristín Elva, viltu eru bækið? Mér langar bara því að ég kom aðeins svo seint afsakið, strætó var á seint, að hérna, ég veit ekki hvort það var búið að nefna það, en sem sagt rök gegn svona vægum breytingum, komu þau frá, eru þau sem sagt málfræðilegs eðlis eða voru ykkur önnur rök sem að fólk var með? Það var málfræðilegt og svolítið... Það er í rauninni, kannski, það er alltaf málfræði, þess að það eru mjög margir sem að sterkar skoðanir á því að íslenskan sé rétt og talandi um það að fæla frá að ef þeir eru að reyna að ná til fólks þá er náttúrulega algjört grundvallaratriði að textinn sem þú ert að reyna að veiða fólk með að hann sé á einhverju sem er venjuleg íslenska meitluð samt og stílabóðin séu skýr. Þannig leið og þú verður að breyta út af því eitthvað þá byrjar að reykja í hugti. Bara hvað er það, kann það fólk ekki í íslensku, er það ekki prófarka að lesa fyrir sig þetta megin plagg sitt og svoleiðis. Nú er ég prófarka lesari. Já, akkurat. Meðal annars. Hitt atriði þetta með sjáum hvað. Það var sem íslenskan og... Þú veist að tala um líka PR, var það ekki? Formið á textanum sjálfum. Já, það er eiginlega sama sko að þessi texti hann þarf að vera þannig að hann þarf að vera snuttur, hann þarf að vera meint og hann þarf að hitta þeim og þegar textað er breytt sem er tildulega góður eins og þessi góð er nú hann er tildulega skarpur og skýr og meiningin kemst rosalega vel til skila þetta er bara alla að passa upp á það að þetta tapist ekki, að þetta verð ekki þú lendir ekki eins og svo oft þegar við erum að sjóða saman mismunandi hugmyndir og þú lendir ekki á einhverjum lægsta samræðan. Já. Hérna Olga, þú vildir, og svo var ég með að Lárus við þig líka. Ég man ekki hvernig þetta er píratar íslensk orð? Nei. Er þetta ekki algjörlega bara eitthvað tökuorð sem við höfum gert á okkar eigin? Sjóræningar. Ég las grein á Morgunblaðinu, skal ég segja ykkur. Þá verður að breyta stafsetningarreglu fyrra. Þannig að nöfn og stjórnmálaflokkum eru núna með stórum staf og meðlimir þeirra líka með stórum staf. Þannig að það eru, þú veist, það eru píratar með stórum staf. Það er sérstaklega tekið fram. Þannig að píratar eru alltaf að koma inn í En sem sagt, pointið mitt er, fyrsta lagi píratar er eitthvað orð sem við höfum tekið og gert á okkar eigin. Mér finnst að við höfum ekki að vera hrætt við það að vera róttæk með það að breyta orðalagi í grunnstefnunum okkar. Það er bara, ef það er ykkur sem á að gera það, þá er það píratar. Ef ykkur verður sári við því að stendur hán en ekki hann, þá bara getur við komandi að fara eitthvað annað þá, sko. Já, nú er ég með... Við bjuggum til orðið píratar. Við bjuggum til orðið píratar, af hverju getum við ekki búið til kynjalausa grunnstefnu. Og það er hægt að breyta tungumálið rosalega mikið á stundum tíma. Já, ég er með nokkra það gerist ekkert bara svona með því að hugsa sko, það þarf að gerast eitthvað. Mér langar bara að svara honum svo. Nei, ég ætla að láta hann... Já, ég ætla bara að taka undir með Olgu og hérna fleiri minna, en þetta er í raun og veru ekki spurning um eitthvað málfræði. Þetta er bara spurning í raun og veru, við tókum þetta orð, þetta er tökuorð, þennan píratar, við tókum þetta og gerðum okkar og ég held að við ráðum algjörlega hvað við gerum með það. Ég meina það er engin annar á Íslandi sem hefur eitthvað og hvort sem það er einhver málfræðinefnd eða hvað sem hefur
einhver ákvörðunarvald með Píratar, hvað það er. Og ég held að það bara hugsunatengsli sem held ég eru þarna í gangi. Það það, Píratar hlýtur að vera karlkyns, af því að það eru sjóræningjar og svo framvegis. Þannig að ég held að bara við getum alveg gert við það hvað sem er. Og ég meina, kannski það bara líka sýnir það að við hugsum ekki kössum, sko. Og erum ekki föst í einhverjum formum sem að þurfa að vera. Og við getum gert það sem við viljum með orðalagi grunnstofnun okkar. Ég ætla aðeins að bara minna á að þegar einhver eru að tala að gefa rými til að manneskjan næra að fá það frá sér sem manneskjan, þú veist, að það er tími manneskjunar til að aðeins að, og svo ætla ég að segja Kristín alveg held ég, og svo sá ég líka þig, er það ekki? Já, ástæðan af því að sem ég var að spyrja, sko, hvaða rök hefði komið á móti, var að ég var að velta fyrir mér einmitt hvort það hefði komið einhver hugmyndafræðileg rök á móti, ekki bara málfræðileg rök. Þegar ég var að spyrja þig, eða spyrja þess að hópinn áðan, vegna þess að ég tek undir með Olgu að ég held einmitt að þetta sé, og líka það sem Þórólfur var að segja þegar hann var að prófa að máta sig inn í ef það stæði til dæmis Píratar eru góðar og klárar. Þú finnur þig ekki þar, og þetta er spurning einmitt þetta er spurning hugmyndafræði og spurningu það að við erum svo mikill mannréttindaflokkur, við erum svo mikill lýðræðisflokkur og við viljum einmitt vera við viljum ekki vera sporgöngumenn og eftir einhverjum öðrum, við viljum vera fremst í þessum málum og við höfum alltaf verið þannig, við höfum verið róttæk, við höfum verið fremst, við höfum riðið og vaðið og gert hlutina á meðan aðrir eru svona aðeins að halda í akti, nei, ég er í alvöru, ætlið að fara þangað, svona langt, býðið nú, og svo eftir svolítinn tíma, sko þetta er þannig sem við breytum samfélaginu og stundum er verið að gera lítið úr þessu og kalla þetta eitthvað svona PC-kjaftæði og eitthvað svo leiðis, en sko PC-kjaftæði, það er eitthvað þegar einhver er að upphega sig og setja sig á stall og tala yfir hina og þykjast vera eitthvað yfir aðra hafin, það er ekki það sem við erum að gera hér. Við erum einmitt bara að tala það eins og Helena var að nefna að þetta sé inclusive og eins og Olga var að tala að við bara göngum fram fyrir skjöldu, við gerum bara það sem að okkur sýnist. En auðvitað verður náttúrulega að vera sko samstaða það í hópnum og þess vegna finnst mér líka þessi hugmynd sem kom fram að eins og Mörður kom með til dæmis að kannski getum við haft 2 hópa sem að búa til sikkvart og svo hittumst við og ræðum það. Þetta er ekki þannig að einhver ætla að standa upp og bara jú þið hafið þetta svona sko. Og valda yfir öll hinn. Nei, þetta er ekki sjávarútvegsstefnan sko. Herðu, hún er mjög kvenkyns. Ekkert svona. Afsakið, ég vildi ekki láta allt koma í uppnám. Hann Helgi vildi bæta eitthvað við umræðina. Já, það er bara sko, mér finnst þetta klárlega að við að gera þetta sko. Og ég er alveg samt sko, kann ekki alveg koma sér frá með öðruvísi bara byggst forlátt fyrirfram, en sko við erum að ræða málfræði. Þegar fólk talar þessu hluti þá er það að ræða málfræði. Við höfum það alveg á hreinu sko. Líka. En þetta er hugmyndafræði málfræði, það er ekkert að því, skilur. Málfræði er ekki eitthvað skammarrið, þetta mál er málfræði. Við megum alveg tala hana, við megum alveg breytinni. Þetta er okkar tungumál, þetta er okkar orð, eins og okkar bendir á réttilega. Við megum gera sem okkur sýnist. Spurningin er bara, hvað er það sem er rétt að gera og til þess að laga hvaða vandamál. Það að taka eins og það, þegar karlkynið er notað bara eitthvað svona út í bláinn, það er ekki náttúrulega að laga það, bara lögum það. Og ég sé enga ástæð til þess að gera ekki. Það er enga málfræðilega ástæð til þess að gera ekki heldur. En mér finnst mikilvægt að sko, orðið pírati er eins og er allavega bara karlkyns nafnorð. Það er ekki karlkyns einstaklingur sem er meðlumur á Píratum. Það er karlkyns nafnorð. Þannig að manneskja er ekki einstaklingur sem er kona. Það er hvað við. Málfræðilegt kyn og líffræðilegt kyn í íslenskri tungu er ekki það saman. Það bara er það ekki. Ef það er einhver val þetta, skulum við endilega debattera það aðeins meira. Það er minnst svolítið mikilvægt að þau má hreina hvert markmið er. Ef markmiðin sé sko, mér heyrist svolítið, og kannski er ég að miskilja, mér heyrist svolítið vera óskæftið því að við flytjum okkur bara yfir í hvorugkyn. Og það held ég að sé bara ekkert hægt. Þetta sé auðvitað að taka bara vannan mál. Ég er ekki að grínast. Ég held bara að íslenskan sé það gegn sósa af þessu viðbjóði sem er málfræðilegt kyn. Og bara þá erum við að tala svolítið stóran bita. Sko. Ég var ekki með á þeim vagni. Ég held bara ekki að það sé raunhæft.
alveg klárlega að fara út í eins kynhlutlaust mál og við getum. En ef við ætlum að reyna að forðast orðin eins og pírati og einstaklingur og meðlimur vegna þess einungis að þau eru karlkyns, þá held ég að við séum bara ekki að laga neitt vandamál. Hins vegar finnst mér að það hvað það er auðvelt að nota karlkyni sjálfhverfi í íslensku tungu, við getum reynt að sporna með því með því að nota kvenkyns orð meira. Í staðinn fyrir einstaklingur sem er bara tuggið á í grunnstefnunni. Og þess er svo mikið í karlkyni hennar, alltaf að tala einstaklinga, getum við notað manneskjur. Oft erum við að nota einstaklingana sérstaklega vegna sem við erum að aðgreina manneskjur frá fyrirtæki. Og tölum einstaklega og stundum, ef við erum að tala fleirtölu, þá já, stundum fólk, alveg klárlega. En þú veist, mér finnst sko, í raun og veru, það sem ég þætti fallegast að sjá í þróun málsins næstu áratugum, væri ef fólk myndi sjá í texta allar velkomnar og engum þetta er skrítið. Það þætti mér fallegt. Allt velkomið, ok, það má líka, en það er best ef þetta er raun og veru skynsamlegasta þróunin vera svo að við missum þessa óbúslega áherslu á kynin. Vegna þess að ég held að þessi kyn í tungumálinu okkar séu bara komin úr ógeðslega miklu karlasamfélagi, þar sem að kyn hefur skilgreint hver manneskjan er. Mér finnst það rangt, ég er það sem minnst að því. Og þess vegna varaði við því að við sko hengjum okkur of mikið á málfræðilega kynin, vegna þess að þá getum við óvart styrkt á tengingu. Bara sem dæmi, ef við látum eins og framkvæmda stjóri og framkvæmda stýra sem er tvennt ólík, þá erum við svolítið að segja að konur sem framkvæmda stýri er eitthvað annað heldur en karlar sem framkvæmda stýri. Ég óttast þetta. Og þetta óttast ég að gerist ef við ruglum saman málfræðilega kyni og líffræðilega. Ég er með nokkra sem vilja tjá sig og ég held að það verður frábært, en ég vil líka bara minna á allir sem tjá sig hér koma með sína eigin upplifun og sínar eigin skoðanir og það er þannig, þú veist, þótt að maður þarf ekki að segja að þetta er ekki þannig, þetta er svona, það þarf ekki, fólk er alveg með sínar upplifanir af að, þú veist, fæðast inn í mjög pólitískan líkama og finna fyrir því eða ekki, þú veist. Svo bara að við kannski aðeins tökum það til greina líka að þetta er ekki svona, þetta er svona, það getur verið svolítið erfitt út af því fólk er að koma hérna að deila upplifun sínum frá þar sem þau eru. En ég er með nokkra og Helena og svo Sindri. Já, að ég er bara eitthvað fabulera, maður fá alls konar hugmyndir bara að hlusta á því tala sem er mjög gaman. Að þú varst bara samt að segja eitt að þú varst að tala um þetta með starfsheiti. Eiginlega öll starfsheiti eru karlkyns, bara 90% örugglega, ég hef enda ekki gert könnun á því en það er þannig. En það eru nokkuð kvennastarf eins og flugfreyja og leið að karlmaður gengur inn í það, þá kemur strax flugþjónn. Það er ekki hægt að kalla karlmann flugfreyju. Þannig að við erum svolítið að díla við það líka í samfélaginu að það er alltaf öllu breytt í karlkyn leið að karlmaður gengur inn í það en leið að kona gengur inn í allir það með að vera ráðherra, þá er því ekki breytt. Og ef þið bara hugsið öll starfsheitin sem eru til í samfélaginu þá er þetta svona, lögfræðingur, kennari, vörður, þetta er bara stjóri, allur fræðingar, já. En ef að karlmaður gengur inn í kvennastarf þá þarf að finna karlkyns heiti við það starf. Þannig að þetta er eitt sem að mér finnst alveg rosalega leiðilegt í okkar tungumáli og ég held að áður en að við getum fara að hafa þessi ekkert kyn, sem sagt hvort þessi kona eða karl eða eitthvað annað kyn, að þá verðum við að fara að finna kvenkyns orð yfir störf, ráðfrú, forstýra, lögkona, flugkona, þið veitir. Það er allavega mín skoðun, já, þannig líður mér. En ég var að spá í sambandi við þetta með pírati. Getum við ekki bara ákveðið þetta sé, ég er ekki að segja að það sé mín skoðun, ég er bara svona fabulera með þetta. Getum við ekki ákveðið þetta sé ekki karlkyns orð? Getum við ekki ákveðið þetta sé bara hvorugkyn? Ég veit ekki, ég hef ekki vita því hvað er til mörg kyn, sorry, ég er bara kona og ég veit ekki kona, kall, hann, hún og hán, ég veit ekki, ég hef ekki reynslu af því að vera eitthvað fjórða kynið, hvort sem það er hvorugkyn eða hvað, en ég er bara að spáði hvort að þetta pírati gæti ekki bara verið karlkynsorð og ef við segjum til dæmis, hér eru samankomin margir meðlimir pírata. Er það rangt að segja það að við erum kallar og konur og alls konar að segja hér eru við saman komin
mæli mér í Pírötum, ef maður getur sagt það, þá hlýtur maður að geta sagt Píratar eru frjáls. Ég bara velti þessu upp, sko, sem hugmynd. Þurfa ekki að vera endilega við á undan. Sér það er hérna fullt af lögfræðingum, þau eru bla bla bla. Að það má, það ekki, maður myndi ekki segja þeir ef við vorum að tala segja við og þeir. Já, en þú veist, það væri skrítið að maður myndi segja, hér eru við fullt af lögfræðingum, hér eru þið fullt af lögfræðingum, eða þarna eru fullt af lögfræðingum, þeir, þú veist, og svo væri við að horfa mynd af okkur allir mynd, það eru bæði kallar og konur, alls konar, myndi segja þau, eða ekki, eða hvað, veit það ekki. Ég er bara að spá í þetta, út frá þessu. Já, afsakið. Helen, ertu... Ég er búin. Þú ert búin? Já. Þá ætlum ég að leyfa Sindri var næstur. Viltu leggja til? Mér langar að byrja því eiginlega bara að taka undir eiginlega bara það sem Helgi hefur verið að segja. Og það er, sko, breytingar í eðli sínu eru ekkert slæmur hlutur. Þess að móti breytingar eru góður hlutur. Þess vegna erum við ekki langflest Píratar. Það er samt þannig að þegar við komum inn á málefni sem eru tilfinningamál eða skoðunamál, þá eru nokkur hluti sem þarf að hafa í huga að tilfinningar okkar eða skoðanir okkar fylgja ekki endilega alltaf raunhæfri lógík, alveg svo Helgi var að tala hann veit ekki hversu raunhæft það er að ná að breyta þessi yfir gender neutral eða hvorugkyn eða hvernig sem það er, að þá náum við því ekki endilega saman hvað okkur finnst eða saman hvað okkur langar. Það er annað sem virðist fylgja slíkri breytingu, hvort sem maður er með eða á móti, það er skiptir ekki máli, það er bara bundið konceptinu tilfinningar, er að við dettum rosalega mikið í það að reyna að réttlæta tilfinningarnar okkar og þá alveg yfir í sko, harðar rökum, harðar ákvarðanir í þeim málum og það afvegaleiðir svona viðkvæmt mál mjög hratt. Því er rosalega mikilvægt líkt og mér finnst og ég upplifa að Helgi hafi verið að reyna að leggja áherslur á að við pössum okkur á því að við bindum þetta ekki við einhverjar fastar rökvillur. Appeal to emotion er gott dæmi. Mér finnst þar að leiðandi er það rétt. Það þarf ekki endilega að vera það. Og já, breytingarnar, ég styð fullkomlega þessar tillögur varðandi hérna að við notum við breytum hérna þessum orðum sem að við vorum að hérna, þegar þú varst að þylja upp þessi 3 dæmi, var það ekki? Já, einstaklingar, manneskjur og... Já, og þetta er, mér finnst umræðan alltaf dansa við línuna á að, sko, við eigum að breyta þessu, en það er eins og við séum ekki komið með hver er niðurstaðan og hver er vegleiðin til þess að ná niðurstöðunni. Og mér finnst það líka rosalega mikilvægt að við pælum í því. Vegna þess að ef við breytum bara til þess að breyta út af því að mér finnst að við eigum að breyta, að þá er ekkert endilega víst að niðurstaðan verði hvorki það sem við viljum, nýjum verði betri. Þannig að það er ekki nóg bara að segja við verðum að breyta þessu. Það þarf líka að segja við viljum breyta þessu vegna þess að þetta er niðurstaðan og svona er það sem við ættum okkur að gera það. Við leiðum við komum með rök fyrir svona, fyrir þessu, þá er miklu auðveldar að taka þessi skref. Sér í lagi þegar við erum að taka einn stórt málefni og Píratakóðan, grunngildin okkar og þar eftir göllum, það sem skilgreinir okkur. Og það er bara, mér er bara verðult að við höfum þetta bak við eirað. Það, þú veist, hvernig við förum að þessu. En ég er búin. Flott. Já, ég er nú búin að setja og hlusta hérna á skimandaldi og allir hér inni sem hafa tekið til máls hafa sagt við. Við hér inni, við Píratar, við. Sem ánáttúrulega við hann, hún, hán eða hvað sem er. Ég finnst þetta við vera, sko ef það er mikill ágreiningur eitthvað svona, er þá ekki gott að finna einhverja góða þá lendingu eins og Kristín Elva var að segja, við Píratar, þó að Píratar sé karlkynsorð, þá getum við alveg stjórna því undir að þetta erum við Píratar. Það er bara það sem að, já, ég vil leggja mitt á vogaskálarnar. Takk fyrir það. Ég er með nokkra, eða svolítið langan lista hér, en mér fannst að það var ekki, þá er mér... Já,
sko, mér finnst þetta mjög athyglisvert sem þú segir, Sindri, sko, með þetta að, sko, tilfinningaleg svona nálgun versus svona lógist, sko, og struktúrur, sko. Ég tel að hér séum við einmitt að, sko, að nálgast og adressa, sko, tilfinningar. Við erum að nálgast og díla við tilfinningar fólks. Það snýst þetta mál, sko. Og ég held að, sko, að það sem er mikilvægt að gangast upp í, bara alveg upphafið, það snýst mál, sko. Ég held að málfræði, þessi málfræðilegu viðfangsefni sem Helgi talar þú náttúrulega mjög mikil áhuga maður málfræði, eins og þjóðtext og eðlilega leggur áhuga og hugsa það, hvaða viðfangsefni á því sviði eru það sem að sko, gæti komið upp í svona ferli, sko. Og það alveg mjög raunverulegt viðfangsefni, en ég held, sko, að þetta sé máli í þessu bara tæki sem við notum til þess að ná einhverju skilgreindu markmið. Og ég held að þetta markmið skilgreinist út frá þeim tilfinningum sem við erum að reyna að díla við. Þannig að þetta ekki, sko, þegar ég ætla að sjá ágætningur að nálgast þetta, sko, á þeim forsendum að við verðum að finna, sko, fyrirfram einhverja braut sem við viljum feta á þessu, sko, nákvæmlega og við vitum hver niðurstaðan á að vera, sko, að lokum núna á þessu stigi. Ég held að við verðum að halda áfram að tala saman. Ég held að við verðum að hugsa meira þessar tilfinningar sem við erum að reyna að eiga við þetta. Og það eru tilfinningar sem við erum hugsanlega að reyna að höfða til, samanlega það sem þú ert að segja Pér, sko. Og koma með einhver dæmi þetta, svo við vitum hvað við erum að tala, fá við sérfræðingar í íslenskri tungu til okkar og til þess að ræða þetta með okkur, sko. Og hugsa þetta sem, sko, á þessu stigi, minnstofstigi, sem bara þetta, það sem við erum að gera hana. Við erum að tala saman. Við erum bara að reyna að finna út, sko, hvað það sem við viljum gera. Eða hvort við vilja gera eitthvað og þá hvers vegna, sko, og svo framvegis, sko. Ég held að sé mjög torsótt á þessu stigi að búa til, sko, svona hreinrækta struktúr eða einhver stiga sem við getum fetað. Ég held að það sé ókenningur og ef við myndum reyna það núna á þessu stigi, þá hætti þeim, ef við myndum lenda eitthvað stað þar sem við viljum ekki vera, sko. En ég held að við verðum að muna þetta, að við erum að tala tilfinningar. Þetta er tilfinningamál sem við erum til umræðu, fyrst og fremst. Og málfræði, tungumál og það sem hann eru tæki til þess að díla við hluti sem tengist þessu meginmáli sem þessi tilfinningar upplifun. Má ég koma með? Ég get sett þetta á og svo er það þannig að Sindri verður síðustu fyrir pási. Svo við getum farið og pissa og fengið spjall og kaffi og allt það. Ég er með Olgu. Ég vildi bara að því við erum svo mikið að tala málfræði að því í grunnstofnunni stendur að við viljum vernda valda minni fyrir valda meiri, ég man ekki hvernig hann orðað. Málfræði og stafsetning er alveg gríðarlega mikill elitismi finnst mér. Það er bara, fólk er hrætt við að tjá sig og því það getur ekki skrifa rétt stafsetningu eða málfræði eða finnst það ekki tala rétt. Ekki ég. Þannig að mér finnst þetta alveg koma inn í það að reyna að vera, þurfa kannski ekki að vera eitthvað ógeðslega róttæk, ég er ekkert að segja það, mér finnst þetta er líka eitt af þessum kerfum, þessum mörgu kerfum sem við Píratar erum að berjast gegn. Þetta er kerfi sem er notað af akademíunni og millistéttinni og efri millistéttinni til þess að draga úr valdi fólk sem hefur ekki klárað menntaskóla og háskóla og hefur ekki tækinn til þess að tjá sig réttri stafsetningu, þú veist. Mér finnst við eigum ekkert að vera feimin við að gefa málfræðinni puttan eins og öll öðru, sko. Elsa? Ég er með spurningu Helga varðandi þess að Pírata væri Karlsbins nafnorð. Ég var ekki að fatta hvað þú verður að meina með því. Hvort þú verður að meina að þá væri allt til að segja að Píratar eru góð, Píratar eru sniðug, eða hvort þú myndir þá þurfi setningin að fylgja þessu nafnorði. Eða, þú veist. Ég svara þessu. Já, ég skildi ekki alveg hvað þú
Þetta er nefnilega nákvæmlega sem ég ætlaði að úti út af því sem Helena var alltaf fyrir sér, skilur. Sér lögfræðing, hefur margir lögfræðingar, þau eru hávaxin eða eitthvað. Sko, þú getur í íslensku gert hvort tveggja, til dæmis, Katrín Jakobsdóttir er forsætisráðherra. Þú getur alveg sagt, og ég veit að þetta er algjör svona málfræði legalismi, sko, en þú getur alveg sagt, þú veist, samkvæmt svona the powers that be, að, þú veist, hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, eða hæstvirtur forsætisráðherra, hann hefur bla 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 bla. En þú ert að segja hann málfræðilega karlkyns orðið ráðherra. Þú getur líka sagt hún, þú ert að tala líffræðilega kvenkyns einstaklingin Katrín Jakobsdóttir. Og þannig að sko, ég myndi allavega að segja, og ég held að það sé, ef það er einhver málfræðingar á móti því, þá finnst mér bara allt í lagi að við séum bara ósammála þeim það að við segjum hluti eins og hér eru margir lögfræðingar, þau eru bla bla bla. Mér finnst að við erum að tala meira þannig. Og Pírati, jú, vissulega, það er nafnors, karlkyns nafnors, sko, svona allavega í standard íslensku, en það er líka alveg rétt, við getum alveg gert eins og við sýnir. Við höfum alveg getað sagt Píratar, þau eru bla bla bla. Mér finnst það allt í lagi, mér finnst það bara, Hún er Pírati. Já. Svo oft hef ég heyrt þetta. Akkurat, hún er ráðherra. Þetta mál. En þetta svaraði spurningunum, var það ekki? Já, hún skilur betur hvað. Frábært. Svo er ég með Helga næst, eða? Það var eiginlega bara þetta. Ó, frábært. Þá er ég með Lárus. Já, ég vil bara aðeins koma inn á þetta, bara varandi Pírata nafni. Pírati, og það er náttúrulega hjá flestum þá er þetta hugrenningatengsl. Pírati, það er kallmaður. Hjá flestum er það þannig. Já, bara, minna ágætt, þú varst að nefna á hana konur að segja ég er Pírati og það allt saman. En svona yfir höfuð, þá hugsar þetta sem kallmann. Og hugrenningatengslin eru það sem eru málið. Ég meina, það myndi, frímúrari, það er kallkynsorð. Já, er það ekki kalltag? Kallmaður? Það er kallkynsfrímúrari. Já, en ég segi það er kannski... Ef við erum múra frí, þá er það bara alveg að koma á pásu. Bara, það er það sem er málið og það er kannski við ættum kannski aðeins að horfa í eigin barm. Ég meina, fyrir konur að koma í þessa hreyfingu að þá, þú sér fyrst nafnið Píratar. Ég meina, það er bara strax árið komið hugrenningstætt, já, þarna eru bara kallar. Og ég held að kannski við ættum að pæla í þessu út frá því. Annað líka, það eru flestar aðra stjórnmálahreyfingar í kringum okkur. Þau passa sig á því að við erum ekki með. Ég meina, Vinstri græn, þið hétu Vinstri grænir fyrir 5-6 árum. Þau breyttu því í Vinstri græn. Og ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn heitir bara Sjálfstæðisflokkurinn. Það er kallkyns, ég veit það. Já, ég meint Vinstri græn. Það er bara flokkurinn, já. Vinstri græn. En þannig að ég bara segi það, þetta er líka svona, við ættum að velta fyrir okkur, það eru hugrenningatengsli sem fylgja svona kallkyns nafni eins og Píratar. Má ég taka Sindra síðast fyrir pásu og svo byrja með þér? Já. Ég var líka að lýsta. Já, og byrja með ykkur. Sindri? Já, ég ætla bara í rauninu östu. Það sem ég var að meina með því að við þurftum að vita, sko, ástæðan fyrir að ég var að eiga þessu orðræðu áðan er vegna þess að þegar við erum að byrja svona hlut þá byrjum við yfirleitt út frá tilfinningavinkli og hann yfirleitt er ekki alltaf lógískur. Ef við ætlum að reyna að nálgast mál eins og málfræði sem er lógískt mál, það er bara lógískt, að þá getum við búið til rosalega piti og stuðalarnir í því eru virkilega sýnilegir í texta. Til dæmis, þegar við erum eiga samræður á netinu, að þá er rosalega auðvelt að missa sig í því sem þú ert að sjá. Það er bara það sem við erum búin að vera virkilega góð í. Þannig að það sem ég var að tala um er það að þegar við erum að byrja þessa samræðu eins og við erum að eiga það núna, að þá er rosalega mikilvægt að við höfum það í huga að það sem mér finnst, það er ekki endilega raunveruleikinn, kannski fyrir mér persónulega, en það er ekki endilega gerlegt, það er ekki endilega framkvæmanlegt, það sem við langar. Og við verðum að passa það. Þannig það er ekki endilega það að ég segi við meðum ekki hreyfa okkur fyrir við vitum nákvæmlega hvert við erum að fara. Þetta er bara það að við vitum í hvaða átt við ætlum að fara til þess að hefja þessu umræðu, hvað við ætlum að gera nákvæmlega. Og út frá því komumst við á þann stað að við segjum við viljum þessa hérna niðurstöðu og þetta er leiðin sem við ætlum að fara. En það er út af því að þá erum við búin að eiga díl úr. Það er það sem ég var að meina. Frábært. Heyrðu, takk fyrir þolinmæðina og tökum 10 mínútur svona aðeins til að, já, andaði gegnum sígarettu eða hvað fólk vil gera eða
Og og svo byrjum við aftur þá, já, 6 korter yfir. Það er ekki fínt? Nei, þú
Ég lofaði bæði Þórólfi og Kristínelfu út af því að já, við vorum komið svolítið yfir svona góðan hlétíma. Þórólfur, Já. þú hafðir eitthvað sem, já, það sem viltu deila með okkur? Kristín var að segja sambandi við hérna, þú veist, rök með og móti. Hvað væri hægt að setja annað á móti heldur en málfræðilega? Já. Og sko, ég ekkert að segja það að ég hérna sé einhver stuðningsmaður þess, en þú veist, nei, ekki miskilum, nú ég bara að bulla eitthvað. Hérna, sko, það sem væri hægt að segja til dæmis það, þá við séum að skilgreina okkur sem hreyfing, einhverja svona, þú veist, PC, skiljið hvað ég á við, að við séum að vera eitthvað svona politically correct hreyfing og Brynjar Níelsson alveg brjálaður að skrifa á, sem alltaf rosa skemmtilegt. En hérna, það svona það sem að ég sé að gæti gerst og þú veist, það eru líka einstaklingar í flokknum sem að upplifa það að sko, þú veist, vilja hafa sínar eigin skoðanir, vilja vera kallrembur til dæmis bara. Þú veist, ég vil bara vera kallremba og koma með mínar kallrembu hugsunir hérna inn og fá að hafa þær frjálsar. Og ég meina, það náttúrulega bara líka alveg gott að blessa að fá öll sjónarmið inn. Þó að sé kallremba eða eitthvað sem er fyrir frjálshyggju og annað. Því að náttúrulega Píratar voru hugsaðir á sínu tíma sem rými fyrir alla, eða ekki? Og það geti verið að svoleiðis einstaklingar kannski hérna séu óánægðir með það að við séum að skilgreina þetta einhvern veginn svona. En þá verður að vera bara, þú veist, að eiga þessa samræður innra með hreyfingunni og þá segja bara, þú veist, það sem ég held að sterkustu rökin gegn því að við séum eitthvað að reyna að gera okkur svona PC að væri þá það að hérna, sko, við erum ekki að gera þetta til þess að skilgreina okkur eitthvað í þá vegu, heldur bara að allir geti þá komið, þú veist, að ég sé ekki að lesa hérna texta og það er bara Pírötur og þú veist, ég upplifi mig í einhverju svona kvenhreyfingu, skilur, þú veist, alveg eins og þú greinilega upplifið þið svolítið svona í kallarhreyfingu og ég fattaði það ekki fyrir en ég fór svona að reyna að svissa textanum yfir á það form, til þess að reyna að setja mig svona í þau spor, sko. Og þá líka skiptir gríðarlega miklu máli, sko, að við heyrum þeirra sjónarmið og tökum mark á þeim og svona, þú veist, að pössum okkur að því að fara ekki að ráðast okkur annað, það getur oft gerst, og bara, þú veist, að við gerum okkur grein fyrir því og allir séu bara velkomnir, þú veist, já, hér og geta átt samtal hitt og þetta, líka kallrembur. Þeir eru líka nauðsynlegir stundum. Sumir af mínu bestu vinum eru kallrembur. Afsakið. Hérna, Kristínelva. Já, ég held að sko, ég held að allar konur í Pírötum sem ég hef talað við þetta sem ég er að fara að segja, hafa fengið þau viðbrögð frá einhverjum í gegnum tíðina. Hvernig getur verið í Pírötum? Þetta er svo mikill karlaflokkur, það er svo sko, stæk karlamenningarna. Hvernig bara getur verið þarna? Og ég veit að ég hef sko margoft fengið þessi viðbrögð frá konum í kringum mig. Er bara hægt að, þú veist, fyrir konur, geta þær verið í þessu flokki? Og mér dettur ekki í huga því það kom upp hérna áðan að við þyrftum að hugsa þetta líka út frá sko hvaða áhrif höfum við á stærra samfélagið út fyrir Pírata þegar við erum að setja frá okkur svona plögg. Í fljótu bragði held ég að þau sko hlyti að vera á þann veg að þau myndu kannski frekar ná í konur. Okkur vantar fleiri konur inn í hreyfingun okkar og ég held að þetta yrði meira aðlaðandi fyrir konur. Að þó þetta væri svona lítið og sérstaklega við myndum vera með svo einhverja umræðum þetta. Koma þess að svo kortið og ræða þess þetta. Og svo það sem ég ætla að segja sko áðan, Mörður var búin að segja alveg helmingin að því þegar maður tala þetta með tilfinningarnar, ég er svo innilega sammálunum, allt sem hann sagði það, ég vildi óska að ég hefði tekið það upp bara það til, okay. En svo var það líka þetta með sko sem við vorum aðeins að ræða í hléinu, að bæði tilfinningarnar og líka það að tungumál er eitthvað félagslegt. Við búum það til, við umgöngumst að gjarnan eins og það sé bolli eða skál, eitthvað bara hérna sem þú leggur frá þér eða tekur upp en það breytist ekkert, hvorki þegar þú leggur það frá þinni þegar þú tekur það upp. En það er bara, það eru ranghugmyndir okkar tungumáli. Tungumáli er félagslegt, það er pólitískt, það er þetta og hitt, það er lifandi
og við sjáum þetta náttúrulega mjög mikið orðaði núna til dæmis eins og við erum að missa íslenskuna og það verður bara enskar þegar það er öllu sem ég finnst persónulega óbúslega leiðilegt en sko þá erum við svona tölum við oft samt það eins og það sé verið að taka einhvern einn legokubb og henda honum í ruslið og taka svo annan og setja hann í staðinn en þannig það ekki í félagslegu samhengi og það er algjör óþarfi að vera hrædd eða hræddur við að tungumál breytist. Það endurspeglar sko, félagslega veruleika á hverjum tíma og nú er félagslegur veruleiki okkar að breytast hvað þetta varðar, þessa orðanotkun og mér finnst persónulega rosalega gaman en við erum svolítið í fararbrotti þar og vektum athygli á því að það finnst mér ægilega vænt það. Já, takk. Ég er búin að krota svolítið niður á blað á bjagaður íslensku eins og bara ég get og mér finnst það búin að koma rosalega mikið af góðum bara hugmyndum fram. Svo ég vildi kannski varpa fram, eða kannski taka svolítið saman hvað hefur komið fram og bara afsaka ef ég man ekki hver sagði hvað eða þú veist, þau eru öll frábær á sama leveli. En þau kom hugmyndum að hafa nokkur dæmi og byrja að tala meira dæmin eða byrja að tala hvað það þýðir og í kjölfarinu af því kom hugmyndum að við myndum kannski hafa 2-3 mismunandi píratakóða sem einhverju hópar myndi vinna í og að við myndum hittast á næsta fundi og fara í gegnum svona kannski, þú veist, íslenska orð fyrir að presentera en koma því að framfæri eða koma að sýna vinnuna og og vinna í það sem sumir myndu vilja kalla bara málfræðilegar breytingar af píratakóðanum og kannski eina róttæka eitt róttækan kóða og svo mann ég ekki var einhver einn með aðstoð sérfræðinga, fara bara ekki já, og einn með sérfræði aðstoð það var svona sérfræði, ég kann ekki multitaska rót og mál, ok hvernig liggur það í fólkinu sem er núna hvernig hljómar sú hugmynd að við myndum koma saman ekki bara við sem erum hér heldur líka auðvitað fólk sem er á samfélagsmiðlum eða í hreyfingunni og myndum nota nokkra vikur í að uppfæra þetta í þessum þremum og og svo hittast aftur og sjá bara hvað hinn eru búin að vera að bralla með út af mér finnst eiginlega að einhvern veginn að margir hafa komið að þessu líka það ég held að, já, mig langaði líka við myndum hittast bara til aðeins að tala í þessa umræðu, bara svona sjá hvort annað meðan við erum að tala þetta til að kannski betur skilja hvaðan fólk kemur og kannski hvað við ekki erum hrædd við en hvað við gætum haft efasemdir hvað varðar uppfærslu á svona stóru grunnskjali. Ég skil alveg breytingar þótt að það fyrir suma eru auðveldar þá eðli manneskjunnar held ég aðeins svolítið að allavega í byrjun að vera svona hvað er þetta? Og já, kannski minna fyrir fólk hér í þessari hreyfingu. En hvernig hljómar þetta fyrir fólk? Er þetta eitthvað sem, já? Mér finnst þetta mjög flott að mynda þessu hópa en við erum líka að spá í að því ég er náttúrulega talsmaður fyrir minn hóp í Reykjanesbæ og svona að við komum öll að þessu. Já. Að að fólk geti þá sett sig í einhverju hópa og þá spurt hvernig ætlum við að vinna þetta? Ætlum að vinna þetta á opnu skjali eða að líka hugsa svona hvernig á þessi vinna að fara fram og hver getur tekið þátt í henni? Já, gætum við kannski tala svolítið það, við sem erum hérna. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þessi vinna myndi fara fram eða hvað athugasemdir eða hvað hugmyndir hafið þið, hvernig hafið þið unnið svona vinnu fyrr? Mörður? Já, ég held að texta, sko, er svona, þessi pínur svona kannski hætti því að sko, ef
ef að mjög margir að búa til einn texta að það verði svona sko horse design by committee. Kannist þið það hugtak? Nei. By committee. Já, það svo svipað sko. Svona, hvernig, hvað þýðir það? Já, ok, kannski, þetta svona, já, ég þetta kannski ekki nógu sniðugt að koma með eitthvað svona enskra bungur þaður eitthvað. Sko, ég held að það sé rosa sniðugt að og mikilvægt að það sé sko opin aðkoma að þessari vinnu. En ég held að kannski geti verið svona effektíft sko að hafa kannski upphafsskrefin að búa til einhver grunn sko sem einhver tiltekinn hópur tekur að sér að gera. Að það sé ekki öllum opið sko. Það getur orðið erfitt. Svo þegar sá grunnur liggur fyrir þá sé þetta borið undir community og allir fá input og svo framvegis en það sé einhver tiltölulega lítill hópur ábyrgur fyrir hverju einu af þessum 3 útgáfum. Þið skilur hvað ég vil. Það sé ekki að allir vera með í öllu. Já, ég ætla aðeins að spyrja, Sindri, var þetta sammála eða var þetta... Ég var bara sammála. Ok, og ég var bara ein sammála, já. Algjörlega. Ég hef með nokkra sem vilja kannski koma með eitthvað innskot í það sem Mörður var að segja eða bæta við, já. Það bara, ég meina, auðvitað, mega allir bara búa til sína einar hugmyndir. Ég meina, ég bý til alls konar hugmyndir sem ég del ekki með neinum og má það alveg. Það kannski del ég með einhverjum þegar mér finnst það að vera presentanlega. Hvaða hugmynd? En þú veist, sko myndir á feiminu það að fólk bara leiki sér í sínu umhverfi að þeim hugmyndum sem fólki sýnist. En ég held að sko, við séum ekki endilega öll, þótt að það séu ábyggilega margir svona hópar hérna, nokkrir, sem að vilji breyta, gera þetta kynhlutlausara, þá er kannski ekki alveg öll á sama stað með í hvers vegna, hvaða vandamál við erum að reyna að leysa eða hvernig við erum að leysa þau. Ég held að getur verið gagnlegt þegar við komum auðvitað á það fólk sem er svolítið á sama stað í þessari umræðu komið saman sínar hugmyndir. Til dæmis það að mér persónulega í meginatriðum sama málfræðilega kynið sko. En samt langar að stúta þig með því að gera það þannig að við notum þau öll, bara notum allt og ruglum alla í rýminu þar til að allir hægt að pæli því. Það væri svona mín draumasýn, en þú veist, ef við getum einhvern veginn betur hamrað niður sko hverjar þessar ólíku sýnir eru. Þú veist, ég sé 2 eða allavega 3, þú veist, og þegar, ég veit ekki alveg hvar línunar eru eða hvort það sé við höfum línur eða hvort það sé svona gradient sem að vera bara svo arabíska og það er ómögulegt að læra þetta mál en það er ekki eitt mál. Hvað þið hvað við? Skiljið hvað ég segja? Elsa? Já, ég er sammála því sem að Mörður segir með að það með ekki vera, þú veist, ef að 30 manns er að vinna að einni tillögu og ég kannski skilgjarni sjálf mig, já, ég vil gera þetta róttækt en svo er ég ekki sammála því sem að Heinu vilja gera að því ég fór í annan flokk hóp heldur en skil ég hvað er að fara. Að þú veist, ég tel mig vera að fara millileiðina en ég er kannski miklu róttækari heldur en einhver annar og ég sé hann inn í millileiðar hópnum að, þú veist, vera mjög ósammála því sem er að gerast þar. Ég held að það sé mikilvægt til þess að gera þetta vel að fólk sem er svona cirka bát sammála áttina sem það er að fara í með þetta plagg að það fólk vinni saman. Og þá þú veist það eru í alveg 2, 3 ef ekki 4 fleiri hópar af þessu. En ég held að vera kannski ágætt að setja inn bara einhverja tilkynningu inn á Virka Pírata að þessi vinna sé í gangi, útskýra hvernig hún er uppið og biðja fólk að þú veist ef það hefur sjálft áhuga á að fikta við grunnstefnun og Píratakóðan að koma með það á næsta fund eða senda það inn fyrir næsta fund. Ég var aðalega því að ég veit að Hrafnkell hefur mjög mikið áhuga eitthvað á þessu sem það kannski sé. Já. Þá er ég bara, já. Ég er að hitta Hrafnkell á mánudaginn og uppfæra ná samræðinni sem er nú hérna í dag út af að honum þótti svo afarlega leitt að hann gat ekki komið. Og það er líka, já auðvitað og það er líka bara, ég held að þessu umræðin á netinu særði fólk sko, að það var, við fórum einhvern veginn, við gleymum stundum andlitunum, ef þið horfið núna í dag á fólki sem er hérna inni, við gleymum stundum að það er bara, það er alvöru fólk bak við hvern einasta prófi, allavega hjá Virkum, ég veit ekkert Píratasvelli, það veist ekki gerfi hinn og þessi, en hérna... Ég bara líka með það.
En já. Í bulli. En hérna Mörður vildi aðeins taka til orða og svo ég að hugsa hvort að þið gætu byrja að hugsa svolítið hvernig þið ímyndið ykkur að þessi vinna gæti farið fram. En Mörður? Já, mér langar svo að því að, ég veit ekki hvort þetta, ég eitthvað mískilja Helga eitthvað, en ég held að ef þetta verður gert einhvern veginn í sirka svona, það kom einhverjir, þessi greindir einhverjir svona megin, ég veit ekki, straumar í þessu, við komum einhverja útkomu og skoðum þetta saman, þá, ég held að þá kannski, það muni geta frekar hjálpa til við að við getum bæði átta okkur á mismunandi kannski markmiðin sem við höfum með þessu og þá hugsanlega búið til einhverja samræðu einhvern mögulegt sammeilegt markmið. Ég held að það verði eitthvað, ég held að sé mikilvægt að skýra vel og þá með svona dæmum sem verða til á þessu stígi eða næsta, núna í þessari vinnu. Hvaða aktuáli sem við erum við þessi fulltrúar þessara strauma að vilja svo við getum talað það. Og verið ósammála og rífist og það ég finnst okkur ekki verið að takast það núna því að við höfum ekki saman. Ok, svo það sem ég að heyra að þið einhvern veginn takmarka hópana og svo heyrði ég líka að það væru útskýringar varðandi þær breytingar sem þessi hópar eru að gera við grunnstefnuna og Píratakóðan. Segjum að, bara til að nota Kristín Ólafs sagði Píratar, við erum og svo framvegis, að það væri skýrt út hvers vegna sú breyting átti sér stað. Að það sem hópurinn var að hugsa var, þetta er ekki einangrandi, þetta sýnir fjölbreytileika, þetta fælir ekki fólk frá, eða þú veist, að í sjálfri vinnunni að það er svona svolítið skjölun af breytingunum, eða var ég að miskilja? Það bara, ég var ekki, kom ekki með þess að... Ég skildi þetta Ég held að þú hefur byrjað, ég skildi þetta eðlileg krafa í venjulegum bara svona vinnubröðum Já, en þú veist, við erum alls konar með alls konar. Ég sammála eins og það ég held að hafi verið að miskilja mig. Já, ok. Ég var að meina að við myndum fara inn á virka Pírata þegar, þú veist, eftir þennan fund, þegar fólk er búið að koma sér í hópa eða eitthvað og láta vita, við erum að gera þessa vinnu, við erum að gera hana svona með því að gera 3 eða 4 mismunandi tillögur til þess að kalla eftir ef ykkur hefur eitthvað að segja þetta en komst ekki á fundin eða vissi ekki á honum eða eitthvað. Að fólk geti þá farið að vinna í sínu samhlega, svo vissi ekki af lestinni. Já, akkurat. Stundum ágætt að stíga bara alveg tilbaka. Þetta þýddur texti og einhvers staðar frumtexti í tungumáli. Það spurning hvort það ætti bara að horfa á hann í stæðan fyrir að horfa á þennan íslenska texta eins og hann stendur núna. Það er komið bara freskir að frumtexta, ekki verið mjög betri. Og það er bara að snúa honum að því að þýðing snýst hugtök. Þýðing snýst hugtök. Hvernig þeim er komið yfir. Og þegar þú ert með texta þá getur þú fengið dálítið mismunandi útgáfur af honum þegar hann er þýður. En það er líka alveg spurning og það fólki sem bara fætt útgáfur. Snilldar athugasemd. Snilldar athugasemd? Já, ég þekki að þefst í 3 ár í málfræði. Svo ég þekki töluvert margar leiðir til að þýða og hvaða kerfi eru sem sagt innan við hverja þýðingaleið. Og ég bjó ekki á Íslandi þegar Píratakóðinn var þýddur. Né veit ég hvaða mál hann er þýddur frá en væntanlega kannski þýsku eða sænsku. En allavega þetta er rosalega góð athugasemd að hafa í huga frumtextan. Einhverju aðrir sem vilja segja eitthvað hvað þeir finnst hvernig vinnan á að fara fram? Já, Þórólfur. Ég fagna því að við erum að tala og gefum okkur svona rými til þess að segja þetta er tilfinningamál. Það kemur oft upp í pólitík að þannig er eitthvað, tilfinningar, það er með ekki verið í pólitík. Við þurfum ég held að það þurfi við megum ekki vera hrætt við tilfinningar
og tilfinningar bara eitthvað sem á að eiga heim með pólitík og það einhvern veginn búið að sjúga alla tilfinningar úr pólitík og það eiga bara allir að vera einhvern veginn svona í þessu fasta formi sko. Þannig að þú veist, þetta tilfinningar eitt málefni og mér finnst þessi bara með þessa vinnu að þó svo að við kannski ræðum þetta inn á virkum Pírötum að þá bara samskipti svona eins og við erum að eiga hérna langt best bara, þú veist, ég held að við þyrftum að fara að draga okkur svolítið svona úr þessum virkum Pírötum og þessum dóti sko og fara að halda fleiri fundi málefni og þú veist, ef það kemur eitthvað upp inn á virkum Pírötum eins og þetta skilja, þessi viðbröð eru að hárrétt. Ég fór að hugsa með mér að hvernig er að vinna þessa vinnu. Þurfum við málefnafundi og þá herri, ég á málefnafundi. Þú veist, það eitthvað búinn að hugsa þetta fyrirfram. En ég veit að sko að vinna þessa vinnu þá meira svona face to face. Að það sé mjög mikilvægt og líka það að hérna að við séum þá líka þegar að við megum ekki missa það frá okkur að þegar við hendum þessu frá okkur, hendum þessu til kosmosin að hérna við séum öll samstillt það, skiljum við hvernig við höfum að koma frá okkur. Og það væri svolítið gaman að sjá okkur bara til dæmis vinna saman í því að deila þessum nýju breytingum með öllum, þú veist, að svona fara að vinna svolítið saman, skiljið, þú veist, og reyna að virkja þennan samtakamátt sem er hérna eða þú veist þennan ekki samtakamátt, bara þennan mátt sem hérna inni í að gera eitthvað jákvætt heldur en að vera svona að kergjast og kljást okkar á milli og fara frekar út í kosmosin og gera eitthvað skemmtilegt. Það er glaðlega og kærleiksríka mátt sem er. Já, með tilfinningum, fullt af tilfinningum. Já, það er erfitt annað. Ég þekki þetta á enga mannesku sem virkar án tilfinninga. Ég hef aldrei séð það. En hérna, Kristín Elva? Já, mér langar bara að nefna því að Þórólfur var að tala sko fundi í kjötheimum, frekar en að vera alltaf á netinu. Þá allt í hennu kom upp minning og ég saknaðist þannig að fyrstu árið þegar við gátum alltaf verið með streymi, þannig að fólki á öðrum landshlutum gat alltaf sendt inn spurningar og þær voru lesnar upp jafn óðum og fengið sko feedback á það sem þið voru að spyrjum. Að það er engin möguleik að koma þessu aftur í gagnið einhvern veginn. Sko það sem við gerðum á síðasta fundi sem ég tók þátt í, það var bara einn sem las upp spurningarnar. Eða ég og Erla vorum í að, þú veist, safna saman þegar voru athugasemdir og segja þær svo allir Já, og svo bara saman í lokin. Já, og svo spurningar þegar það Siggi hérna var að spyrja hana. Nei, vandamáli var líka að það er hérna, hvað heitir það, delay? Seinkun. Það er seinkun á streyminu og svona, svo stundum getur það, og það er líka, þú veist, fer eftir fundi og fer eftir flæði og fer eftir hvar fólk er og reyna að gera það eins vel og maður getur, en auðvitað ætti það að vera tveggja. Já, ég heldur komum kannski aðeins meira til mótsvið líka, en við fólk sem býr langt í burtu frá okkur. Ef við gætum kannski farið einhverja millileið, þú veist, þegar að því verður við komið. Já. Einu minn er að séu teknar saman af einhver sem fylgist með því og er ekki endur að taka þátt í umræðinu sjálfur, þetta bara fylgist með því og svo einhver tímapunkti þá er fundastjóri bara úttöku fyrir einhverjar kommenta, spurningar eða þannig, þá er alltaf að svolítið með. Já, algjörlega. Algjörlega, þessi blessað tækni. Blessuð tækni. Hún er stundum ekki svo blessuð. Eða blessuð einhverju sem, já. Sko, ég er með takmarka hópana svolítið, að breytingar er með útskýringum og ég er með að hafa frumtexta í huga. Er einhverja aðra leið eða eitthvað annað sem fólk sérstaklega vill koma framfæri núna varðandi hvernig við vinnum þetta? Nei? Píratarhreyfingin er, já, ok, já. Mér langar að taka undir með Þórólfi varðandi að við erum ekki alltaf sammála hvað við ætlum að gera og af hverju, en við hljótum að geta samanast einhver lýðræðislegt ferli. Það hlýtur að sameina okkur svolítið, þannig að ég veit ekki, við getum ekki öll
búið til einn texta til þess að setja á virka pírata eða hvað sem það er. En við gætum kannski komið með drög að einhverjum texta til þess að svona afurð eftir fundin til þess að láta fólk vita hvað er í gangi, þú veist hvað vinnar í gangi. Já. Og bjóða fólk í rauninni tækifæri til þess að taka þátt í því ef að það hefur áhuga. Hvernig líst fólk á það? Ég skildi ekki, ég verði að hjálpa það. Eftir fundin þá... Þennan fund, já. Þá tekur einhver sér til og býr til texta sem við síðan all getum inn á eventinum á Facebook eða eitthvað samþykkt hvort við séum sammála að þetta sé það sem við vorum að gera, það sem við erum að fara að gera. Já, bara eins og fundagerðar. Já, eða bara, þú veist, láta fólk vita, hérna, nú er vinna að hefjast við breytingar á mikilvægastu grunngögnunum okkar. Hver vill vera með, hver hefur, þú veist, af því það gengur einhvern veginn, þá er sér gott að vinna hlutina nokkur saman. Það geti ekki 20 manns bara gert ykkur á breytingu og hendi bara annarkvort eða þetta eða ekkert. Það verður ekki að fólki færi á að koma að þessu. Líka kallremmu. Ok. Það er bara hægt. Já. Nei, ég er sammála Elsu, eða þú veist, það er alveg erfitt að vera að vinna saman hópur í texta. En það þarf, sko, með þetta að vera með 3 mismunandi tillögur fannst mér góð hugmynd. Þetta því að annars er ég áhyggjur að því að það verður bara eitthvað svona miðjumót til, sko. Og það er betra ef við erum að hugsa þannig að vera 3 útgáfur eða eitthvað fleiri eða whatever. Við megum náttúrulega koma með tillögur. Já. Og það verði eitthvað svona kosið á milli þeirra eða eitthvað þannig. Er það... Veistu hvað, mér finnst bara að næsti fundur er vettvangurinn til þess að sýna bara hvað er búin að koma fram að þessari vinnu og gefa þessum hópum og öllum tækifæri að fara í gegnum og fá almennilega bara svona presentasjón af vinnunni. Og svo finnst mér að næsti fundur ætti að taka ákvörðun hver næstu skref eru. En ég held að það eina sem ég vil segja gagnvart því er við megum ekki flýta okkur á mikið. Við erum alveg, þú veist, frábæra róttæk og allt það, en ég held að við þurfum að muna að þetta verður að gerast á einhvern hátt það sem eins margir koma að. Þetta fjallar ekki að vera sammála, þetta fjallar að við öll komum að og fáum að taka þátt í þessu lýðræðislega ferli sem vorum að tala og ég held að við að flýta of hratt fyrir þá er það kannski að fæla fólki frá að geta tekið þátt. Við erum líka ennþá í svona loka sportdrekanum af fríi, sko. Það er ekki það sem, en þú veist, sporttakk. Hérna, já, svo var ég með Olgu, ég var með Mörð og svo var ég með Lárus. En má ég bara klára? Já, afsaki. Að sko, út af því ég get alveg ímynda mér að koma fram með einhverja tillögu af einhverju mjög róttækri stefnu, skilur við, bara til þess að koma með hana. En persónulega þá myndi ég ekki nenna drullinu sem kemur í kjölfarið, sko. Þú veist, þannig að það þurfti að vera texti sem kemur kannski upp. Þú veist, hvernig fær maður fleira fólk til þess að vera með í ef við ætlum að fara að breyta textanum í grunnstefnunni. Og því það er fyrirséð að það muni alltaf koma upp óróa aldan, sko. Já, óróa aldan. Hérna, býttu, varstu búin, Olga? Já. Afsakið að ég stoppaði Mörður. Já, svo er eitthvað að, mér langar aðeins að, það er mikilvægt, sko, þegar við erum að tala um að virkja hérna á landinu, sko, virkja svona einhverja ár og svona, þá er alltaf borið saman núllkostur, sko. Það er alltaf borið saman, sko, hvað gerist ef við virkjum, hvað gerist ef við gefum ekki neitt. Og það er ekki, þykir ekki alveg nógu gott, sko, því að, þú veist, það gerir ekki neitt, er vissulega svona tiltekin aðgerð, en það er stundum hægt að gera eitthvað annars. Þetta er búið til þjóðgarð. Þetta er þetta því að við megum ekki nálgast þetta án núllkostsins. Við verðum líka að hafa það í huga að við gætum tekið þá ákvörðunum að breyta þessu ekki neitt, sko. Við erum ekkert búin að ákveða það hér að breyta, sko, hirtakvoðum eða neinu, sko. Við erum bara að tala um þetta núna, sko. Það er mikilvægt, finnst mér, að við bara höfum núllkostin í huga líka. Hann er líka kostur, sko. Í öðru lagi þá finnst mér mikilvægt að ef við myndum þessa hópa og það verður einhver svona, þú veist, og það er ætlast til þess að koma einhver útkoma fyrir næsta fund úr því að það sé einhver ein manneskja sem hefur það frá
frá og með þessum fundi eða frá og með til dæmis minnst mjög fljótlega hefur það hlutverk að gefa það rapport, skiljið. Þannig að sé einhver sem er ábyrgur fyrir því að vera channel fyrir hugmyndir hópsins inn til annarra Pírata á næsta fundi eða þegar það kemur, sko. Það sé einhver ein persóna ábyrg fyrir því að, þú veist, smala köttunum í sínum hópi. Ég held að það hafi gefist ábyrglega. Já, ég ætla bara að láta ykkur vita að ég er með svolítið góðan og feitan lista af fólki sem vil tjá sig og við erum með 9 mínútur og ég er svona svolítið feminaskúl þegar kemur að fundatímum að það er bara klukkan 9 sko. Svo fundur er búinn eftir 9 mínútur en Lárus, þú ert næstur. Já, ég held að við sem var að byrja á langri vegferð. Já. Og ég held að það er fleiri, við ræða mest eitt mál í kvöld, sem er mjög gott, en ég held að við þurfum að ræða fleira í Píratakóðanum og grunnstefnunni. Það er sögum atriði þar allavega sem að mætti alveg skoða betur, mætti alveg fara yfir og við ættum að koma með hugmynd með. En ég held að það sé rétt eins og margir er búin að segja núna að við ættum bara að skipta okkur niður í hópa og það er kannski ágætt að við ræðum þetta í þrengri hópum, kannski minni hópum og ekki bara þetta sem við ræðum í kvöld, heldur líka kannski koma þá með hugmyndir með fleira, með grunnkóðun, með Píratakóðun og fleiri atriði þar og í grunnstefnunni. Þannig að ég held að þetta sé bara góð leið, en ég held að við eigum ekkert að flýta okkur eins og þú veist að segja. Okkur liggur ekkert á þessu, við ætlum ekki að skila einhverju nýjum Píratakóða fyrir aðfundin, er það nokkuð planið, nei. Þannig að okkur liggur ekkert á. Var ég ætla að segja? Já, eða varstu bara eitthvað, varstu bara sammála kannski? Já, afsaki. Ég ætla ekki að segja það. Jæja, Helgi, varst þú líka? Já, bara ég held ekki að við getum skilað frá það núna. Það er enda búið að segja allt sem ég að segja, sko. Nema það að ég er bara sem dæmi búinn að gera að ganni mínu eina tillögu í sér strax. Það er ýmislegt sem að fólk getur að skoða að byrja breyta, sko. Kannski ættu að finna fólk sem brennur af í skynjunni yfir því að actually breyta textanum sjálft. Að vera einhvern veginn sjálft með einhverja innan gæsalappa stefnu, sem með einhverja sterkar skoðanir á þessu. Ég held að ég er búinn að skrifa Þórólfur. Já, ég held það. Sko, ef ég að vera alveg hreinskilinn, ef að, sko, þessi fundur hann var auglýstur sem bara, þú veist, við erum að hugsa breytingar á grunnstefnu Pírata. Ef þetta hefði verið auglýst sem, sko, afkynjun á kóða grunnstefnu Pírata, þá hefði ég örugglega ekki mætt, sko. Þú veist, það er alveg ekki það að ég sé eitthvað á móti, ég bara nenni ekki þrasinu á bakvið það, sko. Þú veist, ég er alveg svolítið þreyttur á því og svo þegar ég hitti fólk hérna og við erum að spjalla saman og svona, þá er þetta allt öðruvísi, sko. Þú veist, það er líka spurning það hvernig við sendum frá okkur, þú veist, já, við erum að hugsa hérna breytingar og afkynjun kóða Pírata, þá bara svona, þeir eru kannski sumir sem að stökkva í vörð, þeir eru líka kannski að pæla svolítið í því, en hérna, mér finnst þetta að vera, þú veist, mér finnst þetta að vera nauðsynlegt það sem við erum að gera og sniðugt og ég skil rökin fyrir því að einmitt, þú veist, að fólk geti endurspegla sig svolítið í því sem að vera að tala sko. Hérna, það var eitthvað meira. Ég man ekki hvað það var. En já, það bara, já, ég varst að tala fundina og sakna svona þessara funda sem við vorum með hérna. Ég sakna rosalega mikið þessara funda sem við vorum með í Tortuga á sínum tíma. Þú veist, að hittast öll og gera eitthvað svona saman. Og bara, þú veist, ég held að það sé það sem að geti vakið aftur grasrótina að einmitt, þú veist, að hittast svona meira og líka bara ef við sýnum samtakamátt svona einu sinni, við gerum það oft, en þú veist, svona alveg öflugan samtakamátt það sem að, þú veist, niðurstöðuna sko við þurfum líka að aðtöða það að þegar við erum ekki sátt kannski við niðurstöðuna persónulega, en það er bara að kjósa það,
að við þurfum líka að læra það sem einstaklingar að sætta okkur við það. Og ég meina, þú veist, ég læri það bara harðri reynslu, skilur við. En þú veist, maður þarf að reka sig á veggi til þess að læra og það bara svoleiðis. Og hérna, já, einmitt að sætta sig við það sem að kannski hópurinn ákveður. En það verða þá allir að vera með í því. Já, og finna fyrir rými og plássi. Þú veist að tala að hérna, ef þessi viðburður myndi að vera kallaður eitthvað annað, það myndi kannski ekki vera COVID. Já. Út af þú nefndir ekki þrasinu. Ég held að allir hérna inni þekki þessa tilfinningu. Þú veist, að það einhvern veginn fælir frá hvernig við, en hérna, ég vona ekki þú finnir fyrir miklu þrasi í dag alltaf. Nei. En Elsa, þú vildir... Já, mér langaði bara að leggja það til og biðja umboð hópsins til að ég og Þórólfur búum saman til texta sem að geti kannski farið mildilega í og kynnt svona þessar pælingar í jákvæða ljósi fyrir grasrótinni. Já, inn á virkum Pírötum. Já, inn á virkum Pírötum. Já, við getum bara búið til eitthvað texta núna bara og... Hvernig líst ykkur á það? Ég stið það. Já, mér finnst þetta líka mjög góð hugmynd. Takk fyrir að nefna þessu. Við erum fólkið með skoðunina. Enda Keflavík. Þetta er bara gott sko. Keflavík var þekkt fyrir félagslega fáum. Það er ekki bara mafjur sem góð. 20% bólar sko. Líka mafjur. En hérna, síðasta mælendaskrá er Kristján. Já, sko, langflesti punktarnir komið eftir að ég veifaði puttunum sko, en það er bara, við erum að passa okkur á því að við erum í smá helli hana. Við erum til dæmis sammála að það er að breyta, en eins og mörgum að það er alveg möguleiki að stærri hópurinn segir nei við því. Og á sama tíma, þú veist, það er meira í kóðanum og grunnstefninu sem er kannski alveg komið tím til þess að endurskoða og fara yfir. Já. En það er bara aðalega það að við þurfum að hlusta á sem flesta. Og það er svona frábært að þið leggja texta. Já, en þetta er sem sagt textinn sem fer inn á virka Pírata sem mun fjalla sem sagt að hafa einn málfræðilegan uppfærslu og þú veist, ætlið að fara að presentera þessa hópa? Ég sé fyrir mér að við munum bara, þú veist, láta vita hvað gerast á þessu fundi, hvað hugmyndir komu, hvað fólk ætlar sér að fara að gera og benda fólki á ef það vill koma á næsta fund, ef það vill hafa eitthvað, þú veist, einhverja breytingar sem bara snúast ekkert endilega kynja orðalag, kannski er eitthvað annað sem fólk vil breyta, bara láta vita, það er verið að byrja vinnu við að mögulega breyta eða uppfæra þessi skjöl. Já. Þannig að fólk hafi rými og heyrið, þú veist, heyrið flautan að kalla skilur, já ok, núna á að gera þetta, þú veist, það er fullt af fólki búið að hugsa alls konar hluti þessi skjöl, sem kannski tengjast ekki þessu, en já. Má ég þá, er einhver hérna í dag sem nú þegar hefur brennandi áhuga á að taka þátt í einhverjum af þessum 4 hópum? Já. Það eru 4. Það eru þetta, hann Mörður kom með 0 hópinn. Já, ég held að það ég er nú bara, það er engan hægt í hóp til þess. Nei, en er ekki... Það er rosalega mikil vinna sem fyrir það. Má ég bæta við varðandi þess að Bíðið aðeins. Elsa, þá færð þú síðast orð út þegar við erum að falla á tíma. Já, af því að, þú veist, 3 hópar, kannski, þú veist, getur fólk í uppslag að hópast í kringum 3 konsept, koma síðan að því að, þú veist, við erum bara ekki nógu sammála og þurfum að splitta þessu upp í eitthvað tvennt. Það er líka allt í lagi, það þurfi ekki að vera 3 eða 4 eða 2, bara, og ef við viljum gera þetta bara aðeins heima hjá sér og koma með eitthvað sjálfur, þú veist, það er allt í lagi. Ég held með ekki að hengja okkur á mikið því að það eigi vera svona margir tillögur og það er að snúast um þetta. Nei, en þetta eru tillögurnar sem hafa verið borðnar upp á þessum fundi, svo við getum allavega að byrja þar. Já, það getur verið og svo getur þetta endað í, þú veist, Vladimir Putin á þú veist, einhyrningi farandi í gegnum, þú veist, Sahara eyðimörkina. En, þú veist, það bara allt er mögulegt. Ok, þá legg ég til að það fólk sem hefur brennandi áhuga kannski bara svona nálgist hvort annað eftir þennan fund og svo ætla ég bara að segja takk æðislega fyrir þolinmæðina. Ég veit að fundarstýran eða stjórnin var kannski ekki eins og hún venjulega er á svona
Pírata málefnafundi. En þetta var yndislegt. Takk fyrir þolinmæðina sem þið sýndu öðrum og mér. Og takk fyrir að mæta. Takk fyrir súpuna. Já, takk fyrir súpuna. Heyrðu frábært. Já, og streymið endur þá eiginlega það eina sem kom fram að þið Við viljum ekki plástrapólitík til næstu 4 ára, heldur langtíma hugsun og raunhæfar lausnir. Kjóstu Pírata.